Herðu, það ennþá marathon hér, við erum hérna með útsettingu, já, við heldum þessi lengsta beina útsetting að þjóðmálaþætti í Íslandssögunni. Byrjaði hérna klukkan 7 í morgun, nú klukkan verða 6 og þá verðum við búin að vera í 11 tíma. Þannig hingað kominn Kristján Þór Sigurðsson sem doktor í félagsfræði. Mannfræði. Ég sagði áðan að ég var að spyrja hver var að koma inn og ég sagði Stjáni Stjarna. Kannast engi við það. Nei, þeir kannast ekki við það. Nei. Mér finnst það svo smart viðnefni, Stjáni Stjarna. Við erum svo gamlir, sko, það þetta hér mann ekki. Af hverju varstu með þetta? Það var út af því að í gamla daga þá var ég ásamt honum Gulla sem satt við sem gamall vinur minn. Við vorum saman í Stjörnuspekinni. Gulli Stjarna, hann ennþá Gulli Stjarna. Já, og við vorum að gera stjörnukort og ég var þar mjög mikið í því hérna áður fyrr, svo hef ég einstaka sinni með fólk biður það. En þetta svona festist við mann. Og hefur þú trú á því að himintúlin hafi áhrif á okkur eða vill svo til að við erum úr sama þessu sömu öfl eða hvað, hvernig er? Ég held að það leikur ekki á því en hvort ég geti útskýrt alveg veit ég ekki, sko. En það að því að við erum að tala ætlum að tala eins og Gaza og svona og Trump ég ætlum reyndar ekki að tala hann en það til dæmis ákveðinar afstöður núna sem það að Plútó sem fór í vatnsbera núna í fyrra. Í fyrsta lagi þá þýddi það að gervigreindin bara small inn eins og einhver tröllgessa og tók bara völdin og fasisminn bara fór á fullt skrið bara, þú veist, nú í Bandaríkjunum og í Evrópu eins og við vitum þetta að vaksa og þetta ekkert ósvipar svona line up hjá plánetunum núna og var sem sagt bæði í kringum frönsku byltinguna, stofnun Bandaríkjanna og upplýsinguna þarna á seinni hluta 18. aldar. Þannig verður til svona ákveðin hugmyndafræði sem svokallaða vestræna hugmyndafræði sem byggði líka á vestrænni svona yfirburðarhyggju og rasisma og svo þegar Plútó komin aftur á þennan sama stað eftir 240 og eitthvað 7 ár að þá teppinu kippt ofan af þessari hugmyndafræði og kemur í ljós að þetta bara bluff. Eins og við erum búin að sjá á Gaza. Alþjóðalög, mannréttindi, þetta bara píp, merkingarlaust píp og þeir sem að pípa þetta í kóri eru vesturveldin. Og Trump, persóna fer að þetta svolítið því að hann vígður í sitt embætti, þá þessi Plútó sem er mjög sterkur. Og þessar afstöður sem eru núna, ef við tökum Bandaríkjunum, svipaður þegar borgarastyrjöldin var að fara í gang þar. Og þannig það er margir sem spá því að það sé að fara að gerast aftur í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum fyrir að klofna? Já, verði bara, þegar það fara að senda herinn og fólk og þá voðin vís. Myndi ég halda. Þú ert með svona gaur við völd. Herðu, þess vegna var þetta til nefni hérna gamla dag. Þannig þú notar þetta sjálfur svona, ertu að kíkja á þitt stjörnukort? Svona stundum, já. Og það góð leiðsögn? Ég hef voða skeptískur á þetta. Ég fengi Gulla stjörnu við tölum saman. Ég man ekki hvað við vorum að tala, hann vildi alltaf að reyna að sveigja talið eitthvað, hann hefði gert kortið mitt. Það var alltaf að reyna að koma því að og ég ýttur alltaf í burtu. Já, ég sá þetta, horfði á þetta. Já. Nei, þetta gefur mér í stundum bara ákveðna svona útskýringar. Og svona, fólk notar þetta mismunandi hátt. Það er eiginlega eina skýringi sem ég get, mér finnst svona make a sense, svona það sem að Carl Jung var að tala sem að notaði stjörnuspeki sjálfur, bara í sinni praxis, að það er allt sem að verður til á sama tíma, það ber merki þess tíma, þeirra stundar, sama hvort að það er hér eða þar eða eitthvað. En alltaf þá við sem stundum við sagt að við séum búin til úr stjörnuríki og svona, er það hann? Nei, þetta er bara svona symbolt eitthvað, Ég hef ekki trúið að þetta sé neitt efnafræðilegt, þetta er bara svona ákveðin svona kosmísk harmonía bara, að það er okkar nánasta efnislega umhverfi eru sem sagt þetta sólkerfi sem við lifum í. Og þar eru ákveðnar hreyfingar í gangi og ákveðin samskipt á milli þessara plánetu. Sumir vilja tala þetta ykkur orka. Ég veit ekkert um það. Ég get ekkert útskýrt af hverju. En ég var stundum þetta það lengi að ég veist ekkert um þetta, nema stundum bara maður klúleis, Þú veist, maður náttúrulega bara, mannsheilinn hefur bara náttúrulega bara ákveðin takmörk, sem að lýsa sig við því að við erum alltaf að tala upp á endi.
sem ég held að sé ekki til sko. 6 ára ástrákum minn sammála mér það að því okkar vitund hún næri ekki utan það að það sé engin byrjun og engin, þetta sé bara einhvern eilífð við getum ekki, við verðum svona fáum svona víðáttubrjálæði með því að hugsa bara alheiminn já og hann sé bara ekki að þetta byrjaði ekkert sko og þessi hérna Big Bang sko þú veist sem nú eiginlega búið að afskrifa það að mestu leyti að það var eins og einn gamall kall sagði einu sinni við mig þegar ég var að vinna á geðdeild hann sagði Big Bang, byrju, hvað vitlis er það? Ef þetta byrjaði þannig, byrju, hvað sprakk? Alls svona pælingar sem er kannski En þú hérna varðir doktorsritgerð bara í síðlega vetur eða ekki? Það var 2023 23? Já. Og hvað voða líður til mér að? Hann líður nefnilega Það var svolítið samfélag múslim á Íslandi eða ekki? Já, ég gerði sem sagt svona rannsókn á þessu samfélagi múslima sem að rannsóknin hafði nú mest að henni farið fram svona svolítið áður en tók mér svolítið tíma að klára þetta en ég held að þetta samfélag hafi í raun og veru ekkert breyst nema það hefur stækkað svolítið og það kemur svona svolítið, fólk kemur sumir fara og aðrir koma, það svolítið svona rennir í það ákveðnir, ég hef séð að ég fer stundum í Moskvurnar bara hitta fólk sem ég þekki og það svona í síðustu árið þá sér maður slatta fólki sem maður hefur ekki séð áður og það sumir sem maður þekkti sem eru farnir eitthvað annað þannig að það svolítið svona rennir í gegn og það og ég segi það fjölga eitthvað aðeins en Þannig það er ekki allir sem að ílengjast hinga sem að hinga koma? Nei, það var til dæmis Það er nú frægt með bátafólki frá Vietnam sem að koma hinga, það voru mjög fáir sem að voru eftir að flestir fluttu eitthvað til Kanada eða Bandaríkjanna eða eitthvað. Já, og sama með fólk sem kom frá Balkan líka, það var margir sem fóru tilbaka. Það var til dæmis verið Og eitthvað annað líka, ekki bara endilega tilbaka. Og það eru sumir sem koma hinga til þess að reyna að komast til Bandaríkjanna sem er nú ekki auðvelt núna. Og það var til dæmis gott dæmi, það var ákveðin hópur sem ég sá oft, það voru ungir svona námsmenn frá Austur-Afríku, aðalega Vestur-Afríku líka, sem sagt múslimar sem voru hér í svona jarðvarma námi. Voru bara að læra, voru hérna ykkur 2-3 ár, þeir mætt svo bara fóru þeir aftur heim með eitthvað annað skilur. Þannig að það er svona svolítið það er fullt af andleitum þannig núna sem ég þekki ekki neitt sko, voru ekki þá en ég held í grunninn að þá hafi þetta samfélag ekkert breyst mikið nema það eru þegar ég byrjaði þá var 1 moska svo eru það 2 og svo eru það 3 og það er nú oftalega einkenna sko svona lítil svona fámenn trúfélög eða trúarhópa að þau klofna mjög Frekar heldur en stóru Já, klofna fljótt, þetta er bara svolítið svona eins og bara þú sér bara eins og hér á Íslandi allir þessi litlu kristnu söfnuðir sem er alltaf einhvern veginn á hreyfingu sko þetta er bara verið fungera þannig og vegurinn og krossinn og allt fleira sem má svo sem vera með svona ættrækningu yfir í ungt fólki með hlutverki, ég held að það voru til margir úr þeirri bylgju sem var eitthvað svona vakninga kirkjubylgja sem kom hérna snemma 8. áratugnum frá Skandinavíu og gat af sér sko mjög marga söfnuði. Svo er alltaf að dúkka upp eitthvað ný bænafélög og svona þetta er bara svona virkar þessi bransi held ég en það sem er líka sko svona áhugavert tala um þess að ritgerða að ég komst alveg að því að það var hérna tímabili svona sem ég talaði svolítið þarna í ritgerðinni það var svona á ástæðan fyrir því að þessi fjölunum fjölga það var svona klofningur sem var svona pólitískur og kynslóðalegur, hann var ekki trúalegur það var engin svona trúalegur ágreiningur nokkuð skapaðan hlut, það var bara kannski svona áherslu munur á þessum hérna sem að stjórnuðu sko bænum á sikkurum staðnum þú veist þeirra voru nú lengi vel bara 2 en það var svona bara mér dettu bara í hug sko, mér datt þetta í hug þegar þetta klofnaði allt hérna sko eða sem sagt sósíalistaflokkurinn fór í þessa skrýtnu vegferð sína þetta myndi mig svona svolítið á það þetta var ekki það var yngra fólk yngri svona gaurar sem að klufu svo út og voru ósáttir við það hvernig gamlu kallarnir ráku þetta bara sem félag Ég held að Albaníuvaldi og félagar séu í stjórnum hérna ég held að það sé ekki kynslóðaskipti og það eru ríkfullur fólk hérna í utökuhólnum Já, það var það náttúrulega líka þar sko en það voru svona þeir sem voru hvatarnir að þessu þetta voru svona ungir bara menn sem vildu bara fá að ráða ferðinni og svo eru sem sagt núna eru 3 sem sagt skráð trúfélög sem sagt múslima sem eru þú veist svona trúalega séð engin sérstaklega munar að þeim
Ég sá eitthvað á svona flakki mínu og sá ég mann segja eftirferandi: við eigum ekki að taka á móti fólki sem hefur engan áhuga á aðlagast íslensku samfélagi. Og þetta einhvern veginn svona tungutak. Við eigum að hugsa múslima fyrir að vera að segja þetta. Þessi oft beint að þeim. Já. Jú, þetta er náttúrulega bara gömul klísja, sko. Þetta var sagt Zohran Mamdani, sem verður væntanlega næsti borgarstjóri New York. Hann einn af þeim sem hafa ekki getað aðlagast bandarísku samfélagi. Og það var svona brandari samt við þetta, sko, að ég hætti að segja við múslimar þegar ég aðlaga samfélaginu og svo fer hann í framboð vinnur og það segja, nei, ég meinti þetta ekki svona, skilurðu, þannig að það og sko, og það ég sýni það líka, sko, í þessari ritgerð að þetta bara innihaldslaus klísja vegna þess að í fyrsta lagi þá eru, sko, langflestir múslimar sem búa í Íslandi, þeir eru sem sagt, og sem hafa búið hérna lengi og margir eru bara íslenskir ríkisborgarar og tala íslensku og börn hafa eignast börn hérna sem hafa farið í skóla og allt það og þeir eru bara að vinna einhvers staðar, þú veist, með öðrum Íslendingum eða Pólverjum eða hverjum sem það og hafa þannig sé aðlagast íslensku samfélagi bara á þann hátt og það eru þessi trúfélög múslima eru í formlegum samskiptum við nokkra svona ríkisstofnanir eins og þjóðkirkjuna, það til stofnun sem heitir samráðsvettvangur trúfélaga sem var stofnun 2006 af þjóðkirkjunni fyrst og fremst, svona, þeir eru frumkvæðið að því og þar eru sem sagt mjög mörg kristin trúfélög og félag múslima var einn af stofnfélögum sem sagt og síðan fulltrúar frá þessum 3 félögum það núna og það fólk frá ásatrúfélaginu, búddistum og hinum á þessum siðmennt komin inn, sko og þarna hittast menn reglulega og bara funda og bera saman bækur sínar og það má nefna það til dæmis að þessi trúfélag múslima hafa verið í samskiptum við og svona samvinnu við svona að vissan hátt til dæmis bara við lögregluna í sambandi við ef að koma upp eitthvað svona vandamál sem tengjast því og þegar var að koma hér straumur af flóttafólki frá Sýrlandi á sínum tíma 2015 og þá kringum þann tíma að þá voru þessi félög mjög virk í því að aðstoða yfirvöld og Rauða krossinn og fleiri við að taka við þessu fólki. Til dæmis veit ég það að eitt trúfélag múslima var í miklu samstarfi við Hvítasunnursöfnuðinn og taka á móti sem sagt því að náttúrulega fullt af kristnum Sýrlendingum líka og þeir voru bara í því að aðstoða þetta fólk að komast inn í þetta samfélag og það var kona sem var að vinna hjá Rauða krossinn sem sagði mér á þeim tíma að voru að tala einn leiðtoga eins þessar múslimska trúfélaga, hún sagði án þeirra þá hefðu við ekki getað gert þetta. Þannig að þetta heitir nú held ég svona svolítið að laga sig að samfélaginu. Það er fullt af Íslendingum sem hafa ekki lagað sig að samfélaginu alveg fullt af þeim, sko, sem að og stumir þeir í háum stöðum með þess að. Þannig að þetta er svona ekki aðlaga sig að svona breyttri samsetningu landsmanna, hafna því. Eða áttu við það? Eða? Nei, bara einhverjir sem þú veist, geta rakið eftir sína til eigin skattingrensuna, skilurðu. En geta ekki farið eftir lögum? Fara ekki lög, gefa skít í landslög og skít í bara þjóðina, skilurðu. Það kalla ég ekki að laga sig að. Þannig að þetta er bara svo gömul klísja og það eru svo margar svona klísjur sem eru fyrir miður svona sprottnar upp aftur núna, þú veist, síðustu tímana. Þetta spratt upp, ég tók svona case study í ritgerðinni þegar félag múslima fekk útlitað lóð þegar Jón Gnarr var borgarstjóri. Þetta var lofar sem var búið að vera í eitthvað 10 ár eða eitthvað í skúffu í ráðhúsinu. Enginn hafði áhuga því að gera neitt í því. Hann lét að vera eitt af sínum fyrstu embættisverkum að efna þetta lofvörð og þetta kemur náttúrulega í blöðunum og pressunum og þetta, þá verður allt vitlaust og sprettur bara upp svona islamofóbía í fjölmiðlum, bara í samfélaginu og bara í fjölmiðlum og ég tók þetta saman. Framsóknarflokkurinn vann kosningasigur í Reykjavík, fekk 2 borgarfulltrúa út á þetta mál. Algjörlega og þar var stofnuð sem sagt síða sem hét Við mótmælum Moskvu á Íslandi sem að ég fylgdist vel með og það voru 2 menn sem voru mjög duglegir svona að reka þessar hlutis svona onni þá sem stjórnum þeirri síðu. Það var Bjarni Randver Sigurvinsson sem er trúarbragðafræðingur, góður vinur minn
og hérna Sverrir Agnarsson þeir eru báðir mjög fróðir og velmáli farnir, þeir voru mjög svona rólegir og settlegir og það líka kom í ljós sko þegar maður var að lesa þetta, ég vil nenni ekki mikið að hanga yfir þessum síðan ég veit hvað þetta er að það komið til þessum í ljós að mikið af þessu eins og bara til dæmis hérna tengdasonur Bjarnar Ben sem var nýr Austurvöllin daginn sko sem að menn sem að eru alltaf að tala um að vera að vernda íslenska menningu og tungu því kunna varla tjá sig á móðurmálinu ég myndi bara áleta þeir ættu að byrja á því að læra íslensku áður en fara að vera með svona predikalegir skiluru en þetta eru bara svo gamlar og þreyttar klísjur bæði hér og annars staðar að svona þetta fer svona eiginlega inn eitt og út annað sko því að þetta er þú veist að mér finnst þetta svona valla svara vert sko en þetta er mjög leiðilegt fyrir múslima að þurfa að hlusta á þetta er ætla það og það sem dæmi á það þá var það svona rauður þráður í þessum þegar rannsókn minni sem kom bara í ljós bara í fyrstu svona viðtölum og fyrst sem var bara svona hvað sé hanga með þeim og spjalla við þá að það var þessi ímynd sem að þeir voru að lesa sjálfan sig í fjölmiðlum og heyra og sögðu bara, voru alltaf að segja bara við kannumst ekkert við þetta það er ekkert verið að tala um okkur þetta geri, þú veist, ég er ekki svona og hérna og þetta var svona nokkrum árum eftir þessar múðumstekningar í Danmörku og sem að þeim fannst bara hallarislegt þetta er bara lélega tekníkar og þeir búin að spurðu bara þessar eðlilega spurningar til hvers var þeir að þessu, hvert var markmið og svo þeir bara við vitum alveg hvað markmið var og þetta hefði kannski bara verið óþarfi og talandi það og þetta var sko alltaf í nafni sko tjáningafrelsis þetta mannst eftir því á þessum tíma að flestir svona öfgahægri menn sem voru harðastir í þessari islamafóbíu og svona útlendinga andúð þeir voru alltaf að segja það má segja það við megum segja þetta svona þetta er tjáningafrelsi svona Sally Hedbo sko syndrómið en á sama tíma sko þá voru líka teiknar þannig það var svona teiknar svona samkeppni að teikna þetta átti að vera barnabókum svona trúarbragðasögu eitthvað með myndum að það voru einhverjir sem gerðu myndir svona, maður myndi halda ef maður væri sko sann kristinn svona meiðandi myndir af Jesú en Jyllandsposten sem sagt birti þetta uppnáðulega þeir sögðu ekki geta byrt þetta því þetta geti sært kristna menn þannig að sko þarna bara æfti náttúrulega þessi viðvarandi hræsni á mann en þessi afstaða til múslima hún er eitthvað leiti raunveruleg ég sá einhvern vera að posta ég hef ekki séð þá mynd lengi að þú nefndir hérna Charlie Hebdo þar var miklar göngur í Frakklandi og þar fremst voru bara Netanyahu öll stjórnmála elita vesturveldana Netanyahu þar í fremstarflokki Netanyahu var þar einmitt í göngunni og það var eitthvað skrifað þarna mætir stjórnmála elitana því að þarna, ég man ekki hvað voru margir sem að dóu 7 kannski en þessi stjórnmálaelita hún er ekki að ganga fyrir öll börnin sem að dóu núna í morgun á Gaza Nei, en þessi sama stjórnmálaelita er að styðja styrkja og vopna þetta sem er á Gaza sko sem er verið að myrða þannig að ég er búin að vera, ég skrifaði hérna grein sem var í Vísi núna bara í fyrradag sem er krossferðirnar en ég byrja á árið 1095 þegar Urban annar Páfi startaði fyrstu krossferðunum sem er ennþá í gangi og ég rek bara þessa sögu og það sem að svona þetta sem við kallum vestræn menning og vestræn gildi verða hægt og rálega til sem að við erum heldur betur að sjá núna í verki á Gaza þar sem að allt sem við getum kallað, bara vesturveldin eru bara standa fyrir þessu. Það er vestri sem er að eitt af fyrsta sem að sko markmiðið með krossferðunum var að fara og frelsa Jerúsalem úr höndum villutrúamannanna og villutrúamennirnir voru ekki bara múslimar, það voru líka gyðingar og það voru austurkristnir sem sagt orthodox og svo leiðinni þá komum við þetta var sko eins og fyndið, ég var að hugsa með þetta sko eins og fyndið með Tyrkjaránið sem er alltaf dregið upp á þessum sama liði að sko og svo eru alltaf skortur því að vera komin að víkingum sko, það sem að Tyrkir þetta voru reyndar ekki Tyrkir, þetta voru alveg hollendingar og brettar sem að voru það kapteinninn var hollenskur og hérna en þetta voru nú, þeir höfðu svona home base í Alsír og hérna einhvers staðar nálægt Esúíra sem að var á þessu tíma svona sjóræningja fríríki og þetta var svona helsti businessin á þessum árum, þetta var gert út allan heim að það var farið og fólki var rænt þess að fá lausnagjald en hérna það sem víkingarnir sem sagt okkar stoltu forfeður voru að gera út alla Evrópu það var á einhverjum alltunum skala heldur en þetta Tyrkjarán skilur
Þannig að það stangast alltaf á þessi tvöfeldni og hræsni og bara rænuleysi myndi ég segja, en þeir ætluðu sem sagt að frelsa Jerúsalem og úr höndum villutrúarmanna, og þeir byrja á því að taka á leiðinni, má taka fram á leiðinni, þá slátruðu þeir öllum gyðingum sem þeir fundu fyrir á leiðinni í Evrópu sem sagt. Því gyðingarnir voru líka þessi vondi hinn sko. Og þeir sem að drápu Jesú. Já. Og svo sem sagt tóku þeir Konstantínópel á leiðinni að koma þar við og slátruðu þar 1000 manns sem það var allir kristnir þar og þar stáluður öllu steinu littara og einn aðal hvati Páfa, Evrópa var svona ekkert ósvipað núna, það minni þetta ekkert ósvipað stað, Evrópa var frekar blönk. Páfadæmi stóð frekar illa fjárhagslega og pólitískt og þetta var svona svolítil aðgerð hjá þessum Urban öðrum að þetta svipað með Bush yngri þegar skömmu eftir að hann var orðinn forseti og Bandaríkjamenn komst að því þetta var fáviti þá hrundi stuðningurinn við hann og þá kom 9/11 og innrásin í Afganistan og hann rauk náttúrulega upp úr öllu valdi og ég man eftir ég sagði við vinn minn þá, ég held að veri gulli mér þess að bara þegar ég sá þessa fréttir, nú ætti Bush að láta reisa styttu á Bin Laden að aðaltorginu í Austin, Texas og með skildi sem stendur the guy who saved my career og það er náttúrulega það sem að eins og þessir Evrópuleiðtogar í dag til dæmis, þeir eru allir einhverju eins og ég veit að þú ert búin að tala svolítið þeir eru rosalega einhverju hernaða gredda í gangi og allir þessi menn eru með allt niður þessi heima og það er stjórnmála leiðtogar sem eru í vandræðum með allt niður þessi, þetta er hættulegasta fólk í heimi stríð er yfirleitt lausnin hjá þeim í þeirra augum og þetta var svipað með þennan páfa þarna og hann bara munstraði evrósku yfirstéttina að riddarana svo kalluðu sem að fóru svo í svona galla með krossi framan á og þetta voru líka bara svona einhverjir ræningjar skilurðu, þeir vildi bara auðgast þessu víkingarnir og þeir voru búin að heyra það að það væru svona þessi sögur af múslimum sem sagt Jerúsalem að þar sætu þeir á einhverju rosalegum gullforða. Þeir voru að heyra einhverju sögur þetta var bara svona orientalismi, heyra sögur af því að þarna í austrinu væri opaslegur auður. Því þessum tíma voru þessi múslimsku veldi, þau voru miklu lengra komin í tækni og viðskiptum og öllu sem sagt. Evrópa var bara eitthvað svona frumstæður svona útnári á þessum tíma sko. Og þeir allir þannig að þetta var fyrst og fremst svona ránsferð, en þeir fara þarna og það flýtur blóð þarna götur í Jerúsalem og þeir eyrðu engu slátruðu bara öllum og svo voru þetta var 200 ára vegferð sem sagt og þeir stofnuðu svona settler colonial lítið ríki, ekki bara í Palestínu heldur alls staðar í kring svona þetta voru svona crusader states eins og það var kallað, svona krossfara ríki lítil þetta er nákvæmlega sama projektið og bara hernám Ísraela í Palestínu og enda er Ísrael bara landræningja nýlenda, hún er ekkit annað bara stálausu landi á öðru fólki og það er enn verið að tala um það að taka Jerúsalem, það er enn verið að tala um það að fjarlæga Palestínumenn og það er enn verið að tala um og nú eru þeir að tala um það búin að tala um það lengi að það þurfa að rífa að Al-Aqsa moskuna sem er þriðji helgisti dómur í Islam og byggja þriðja musteri gyðinga sem sagt á sama stað og það eru ákveðin sterk öfl í bæði í Bandaríkjunum og Ísrael sem hafa þetta megin markmið og þetta er þannig að maður skoður þessa sögu bara að þá er þetta búið að vera samfelld 1000 ára saga sem sagt og á öllum þessum tíma þá er búin til þessi ómennskun á sérstaklega á múslimum sko en það var líka gyðingar voru líka þeir voru bara ekki hættulegir af því þeir voru ekki pólitískt afl þeir höfðu svona ákveðin áhrif oft í sínum samfélögum en þetta voru lítil samfélög en að þessum tíma snemma miðöldum þá eru þessi múslimsku ríki orðin mjög pólitískt sterk og þess vegna hræddust þeir á sem bara samkeppni en þannig að þetta hefur ekkert breyst en á þessari ferð þá er búin til þessi neikvæða staðalímynd þennan hinn og þennan múslima og hann er náttúrulega villutrúar þó hann trúar sama guðinn hann er dökkur og húð oft og hann er með einhver aðra siði svo var þóttið svolítið slæmt hann drakk ekki brennivín og bara búnar til þessar staðalímyndir og þessar sömu staðalímyndir þær eru ennþá í gangi og þær eru reyndar í Evrópu á síðustu öld þarna fyrir miða síðustu öld sérstaklega í Þýskalandi það voru þessar sömu staðalmyndir teknar í notkun gagnvart gyðingunum
og þær voru notaðar gagnvart til dæmis Ítölum og fleirum og Írum sko í Bandaríkjunum. Og það gyðingum öldum saman í Evrópu. Bara ofsóttir. Og það var þannig að til dæmis að þegar þetta alltaf byrja svona kannski, þú veist, í kringum þessar krossferðir, þá var svo þróun í gangi að flestir evrópskir gyðingar voru í Austur-Evrópu og það var út af því að þeir voru fældir bara með ofbeldi og valdi frá Vestur-Evrópu, frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, af því Evrópa vildi ekki gyðinga og það til dæmis má alveg sýna fram á það og sem eiginlega bara staðreynd að ein ástæðan fyrir því hvað sko Evrópumenn og sérstaklega Bretar voru sem stjórnuðu svona mikið voru sko vildu sko að evrópskir sko gyðingar eða síónistar fyrst og fremst flesti gyðingar hafði engan áhuga þeir flyttu til Palestínu, þú veist. Þeir voru bara Evrópumenn en það var búið til þessi Hersel þessi gaurar sem að fyrstu síónistar sem að komu með þessa hugmynd að kolonisera Palestínu að þetta sko Bretar tóku mjög vel í þetta og gerðu allt til þess að styðja þetta og náttúrulega þeir 1917 með Balfour yfirlýsingur það gáfu þeir bara þessum síónistum Palestínu að það sem var lág bak við þetta var bara gyðingahatur sko þeir vildu losna við gyðingana við viljum ykkur ekki við tekið þetta land þarna og en the rest is history og þetta er búið að vera og þetta er búið að vera sko þessi saga byrjaði ekki þá, hún byrjaði löngu áður og svo koma sem sagt eftir fyrir heimsstyrjöldina þegar Ottomaveldið er brotið niður að þá skipta Frakkar og Englendingar þessu á milli sín Englendingar taka sko meðal annars Palestínu og þeir búa til þessi fiksuna landamæri búa til einhver ríki sem heita Líbanon og Jordan og Sýrland og Írak þetta ríki voru ekki til áður og svo byggum við líka til Sádi-Arabíu notabenni og þannig að þeir eru með margt slæmt á sæfinskunni þannig að það er ekkert skrítið að Bretar og þeirra arftakar sem heimsveldi styðji við þetta þjóðamorð á fullu og fjármagniða og vopniða og því þetta projekt er bara ennþá í gangi. Hver er það leiðin út? Það er góð spurning. Hún blasir ekkert við. Leiðin út er náttúrulega bara það að þú veist eins og þetta þjóðamorð eitt símtal frá Trump stoppar það en hann vill það ekkert og það er eins og við erum búin að fylgjast með fréttum núna þetta er orðið svo ógeðslegt þetta verður alltaf svona ógeðslegra og maður heldur að þetta get ekki farið lengra sadisminn og viðbörun það geta alltaf bætt ykkur við og þessar músagildrur sko sem að þessi matvælahjálp er kallið matvælahjálp, þetta er bara svona dauðagildrur sko og sem bara einhverjir fyrirhundið hermenn sem eru er að stýra er á staðnum þess að sjá það þess að stýrt fyrir fyrst og fremst af sko Ísrael og Mossad að þeir hafa líka sko þeir hafa líka virkað svona sem er svolítið fyndið ég fór aðeins í daga inn á Al Jazeera og skoða sko nýjustu fréttir að þessar hryðjuverkasveitir sem að Ísrael hafa ráðið til þess að bara vera með íslenska hernum í því að skjóta fólk sem ná sér í mat að þetta er einhverjir hlutað af einhverjir fyrir svona ISIS-skaurar við erum með ISIS-sveitir í Sýrlandi já og Egyptalandi líka og þetta er allt mikið á þessi fyrirverandi glæbánar sko sem þau eru opnað bara eitthvað fangelsi einhverjir dópdílerar og morðingjar og bara eitthvað svona lið sem að var bara þetta er náttúrulega gömul aðferð og ég sá til dæmis bara myndband í morgun að það sem fólk var að leita skjóls í rest af einhverjum spítala eitthvað staðar að þá komu þessir gaurar inn sem sagt bara fór að skjóta á fólk og brenna kveiki í öllu sko og svo stóðu ísraelska hermennirnir fyrir utan þannig að þú veist það eru þessir vestrænu sömu gaurarnir voru í Charlie Hebdo göngunni sem eru að stýra þessu stjórna þessu fjármagna þetta og ég er eiginlega sko ég veit ekki hvað maður segir sko en þegar Ísraelar og Bandaríkjamenn reiðast á Íran og Ísraels komst að því að þeir hafa ekkert að gera í Íran hefði getað sko voru frekar miðað við það að þeir eru rústuðu sko mjög mikið af sko mikilvægum innviðum
sprengdu loft upp bækistöða Mossad, skiluru, alls konar tilraunastofur sem að búið til efnavopn og lokuðu flugvellinum, sprengdu einu alvöru olíuhreinsunarstöðina í Haifa, sprengdu Haifa höfnina sem mikilvægasta viðskiptahöfn í loftum og rústuðu alveg opaslega mörgum bara hernaðlegum innviðum. En ég hafði einhvern veginn bara halvparti vonað það að bara klára þetta. Það er kannski lausn. Að klára Ísrael. Já, þetta ríki verður bara lagt niður. Og það er nú þegar áður en að fyrir 7. október 23 þá var farin að vera töluvur straumur af Ísraelum sem sagt svona velmenntuðu missetta fólki sem var að flytja bara í burtu og þetta fólk allt með tvöfaldan með passa einhvers staðar í Evrópu eða Bandaríkjunum var að flytja einhvers staðar í burtu og svo náttúrulega eftir þetta þjóðamorð hófst, sérstaklega núna eftir að þetta stríð, þetta 12 daga stríð svo kallega fór í gang að þá hafa hefur fólk streymt úr landi og stjórnvöld í Ísraeli alltaf að stoppa það og nema það að þetta er yfirleitt efnað fólk að sem voru að borga heyrði í $1 million til þess að láta sigla með sér til Kýpur og það var talið til dæmis bara fyrir ári síðan að allavega 1 milljón Ísraelar hefðu flutt í burt og þeir ekkert að koma aftur og svo eins og ástandi það er ekki frekar ótrúlega hátt talað 1 milljón manns hafi flutt í burt. Já, það er ekki hátt talað því að fólk þetta eru þessir evrópsku, amerísku ríku miðstéttar gyðingar sem eru að vinna í tæknigeiranum og auðveldlega fengi vinnu í Evrópu og Bandaríkjunum segja bara, við ætlum ekki það er ekki hægt að búa þannig að það er mjög líklegt að það haldi áfram. Svo hefur hagkerfið í Ísrael bara hrunið algjörlega, það var þegar orðið mjög laskað en þegar staðan er svona að það fjárfestir engin fyrirtæki er flytja úr landi líka, svona alþjóðleg fyrirtæki. Það er engin að fjárfesta þarna. Þannig að mér finnst það bara mjög svona kosmískar tengingar, bara kosmísk réttlæti ef að þetta síónistaríki er bara lagt niður, eins og bara apartheidríki að Suður Afríka við gerð á sínum tíma, það er bara lagt niður og þeir sem að vilja ekki vera þarna í sambýli við frumbyggjarlandsins, þeir geta bara farið til Brooklyn eða Ameríku, ekstra Ameríku eða Evrópu, vel þeir eru líka allir þaðan og svo þeir sem að vilja verið í sambýli við Palestínumenn og þetta sá sem að búa hann í kring, þá bara vera þeir áfram og svo ætti bara að stofna þetta eitt ríki fyrir alla bara sem að væri jafnvel með réttlátra kosningakerfi hér skilurðu. Þannig að það er kannski einu, það er ekkert að fara að gera það næstum, við vitum það alveg, þetta er náttúrulega bara svona þetta er bara eitthvað útópía en það er tveggja lausn er eitthvað sem eru ennþá að tala um, það er bara eitthvað vitleysa. Engar forsendur fyrir henni. Nei. Þannig að þetta, þú veist, því annars endar þetta bara með einhverjum ennþá meiri skelfingu, Hörðu, Kristján, við höfum verið svolítið að vísa í sem er tengt fjölmiðlum. Ég ætla að þakka þér fyrir að hafa komið hérna. Þetta var eiginlega, þú fluttir hérna erindi daginn og veginn eins og var gert. Já. Þetta var ótrúlega skellegt erindi. Þetta var ekki íslenskt mál. Nei, það var daginn og veginn. Það, ég held ég hafi verið þannig að meiri segja ef þú varst vegamannastjóri, þá var það í starfslýsingunni að þú ættir að flytja erindi daginn og veginn 3 ári. Já. Varstu ekki eftir þessum kringum kvöldfréttin? Já, ég man eftir þessum þáttum. Já, við erum að reyna að hafa svona ímennska útgáfur af þessu og þú ert svo frábærlega mælskur og það er svo gaman að hlusta á þig að mæla þessu fram að ég ætla að fá að sleppa að vera að spyrja þig meira og þakka bara kærlega fyrir. Bara sem við leiðum bara gangið vel að Sann Árskvöldum. Já, ég ætla að segja svo verður þetta erindi bara gefið út á plötu og selt í öllum betri hljóðfæraverslunum eins og sagt. Kæra þakkir. Ég þarf að flýja land. Ég ætla að gera örstuð hlýja, ég ætla að ná í næsta gest, ég kem eftir örskamastund. Gangu vel. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.